5, 4, 3, 2, 1. Já, góða kvöldið og velkomin í þetta streymi. Ég heiti Bjartur Hafþórsson eða Sakila og með mér er Ævar Snorrason eða Asetia. og við verðum kynnar hér í kvöld og já, ég veit ekki með ykkur en ég er gríðarlega spenntur. Þetta er kannski einn stærsti leikur sem hefur verið sýndur hingað til og en við ætlum að byrja á því að fara aðeins yfir úrslit síðustu umferðar áður en við vindum okkur í gamanið. Þó að það sé auðvitað gaman líka. Og já, svo við kannski bara rennum aðeins í gegnum þetta að þá í efri deild að þá unnu Selir Hreðjar 3-0 og Böðlar tóku Höfðingja sömuleiðis 3-0 og raunar fóru allir leikirnir 3-0 vegna þess að Atgerar tóku Tröll kannski óvænt 3-0 líka og og svo tók Bölvun Silfur 3-0 og já, í rauninni sko vegna þess að Tröll voru ósigruð áður en þeir mættu þarna Atgerum og voru meira að segja búin að vinna Böðla sem að kannski flesti vita að er einmitt landsliðið þannig að það voru kannski óvænt úrslit. Já, hristi mikið upp í efri deild. Já, hristi dálítið mikið upp í þessu og spurning hvort við kíkjum á stöðuna í efri deildinni og þá sjáum við að eftir þessa viku að þá eru Selirnir ennþá í fyrsta sæti ósigraðir og það verður gríðarlega gaman að sjá hvort að Tröllum tekst að stoppa þetta rosalega winstreak hérna í kvöld. Svo eru Böðlarnir í öðru sæti og Tröllin í þriðja og Tröllin mitt, eins og ég sagði áðan, voru ósigruð áður en að þau mættu Atgerum í síðustu viku og Atgerar mitt eru í fjórða sæti og þar á eftir eru Bölvun og Höfðingjar og svo Hreðjar og Silfur bæði stigalaus en þau mætast mitt á laugardaginn og við ætlum að streyma frá því líka, þannig að það verður gaman að fylgjast með því. Það verður æsispennandi leikur. Það verður virkilega spennandi leikur. En svo getum við séð það að já, sem sagt, þetta er í rauninni þannig að Selir eru eina liðið sem er búið að tryggja sér sæti í úrslitunum eins og er. Það er ómögulegt fyrir þá að enda í 5. sæti sem stendur, þannig að þeir eru eina liðið sem er algjörlega búið að tryggja sig. Við sjáum meira af þeim. Já, við munum sjá meira af þeim og það verður áhugavert að sjá hvort að Bölvun og Höfðingjar ná að snúa leikjunum sér í vil og komast upp fyrir Atgerða eða ekki. En við kannski kíkjum á stöðuna úrslit leikjanna í neðri deild síðustu viku. Og þá sjáum við að útlagar tóku Musteri 3-2 í æsispennandi leik sem að fór í 6 möpp og var raunar leikur vikunar.
og það verður sýnt aðeins brot úr honum á eftir. Berserkir tóku svo Djákna 3-2 og Djöflar kartöflur og já, svo tók Hefnd drauga og Þorbjörn uxa 3-0 bæði og við kannski lítum á stöðuna í neðri deild eftir þetta og þá sjáum við að Hefnd eru ennþá í fyrsta sæti ósigraðir og Þorbjörn í öðru sæti. Svo koma kartöflur, Djáknar, Útlagar, Djöflar og Berserkir eiginlega bara, já, öll með nánast sama skorið, allir með sama win-loss ratio og það munar bara 1 stigi á þessum 5 liðum sem er ansi opið. Getur allt gerst. Já, getur ansi mikið gerst hérna. Og svo eru Uxar og Draugar og Musteri 8, 9 og 10 Uxar með sigur í síðustu viku, ef maður rétt. Eða þar síðustu, það var annað hvort. En allavega, já, þá er þetta mjög opið og hérna, og reyndar gaman að segja frá því að Þorbjörn og Hefnd er að keppa einmitt núna og Þorbjörn eru búin að vinna fyrsta mappið sem þýðir að Hefnd var að tapa sínu fyrsta mappi í deildinni. Það eru stóra fréttir. Verður virkilega gaman að sjá hvort að Þorbjörni tekst að steypa kóngunum á stóli eða ekki. Já, það væri stórt. Haffikúl er ekki ánægð með það. En já, þá er bara komin tími til að kíkja á leik vikunar og það verða bara highlights úr leiknum Útlagar Musteri og þá hendum við bara myndbandi í gang.
Jæja, þá erum við mættir aftur og við hreinlega getum ekki beðið eftir að leikurinn hefjist. Ég er svo spenntur! Ekki spenntur og ég verði að segja, því að ég veit ekki hvort ég er búinn að sofa neitt undanfarna daga úr spenningi. Já. Þetta er rosalegu leikur sem við fara að sjá. Ég man að GKR var búinn að lýsa því yfir á einhverjum tímapunkti í viðtali að hann og Gummi Coleman væri besta DPS-dúo á landinu. Já, nú reynir heldur betur á það. Nú reynir á það og Sindri og Mundi munu áreiðanlega ekki gefa þeim neitt eftir. Nei, þeir eru sko engin lömb að leika sig með. Nei, það er algjörlega svoleiðis. Ég er í svona einhvern veginn pre-adrenalín sjokki, er það til eða? Ég get lofað því að þetta mun vera miklu meira. Þetta verður rosalegt sko. Og bara spennandi að sjá hvort liðið næra að halda velli hérna. Hvað, segðu mér, heldur þú að þegar við verðum gamlir þá verðum við ennþá bara á elliheimilinu og við sitjum bara alltaf, vöknum bara hvern dag og erum að lana í Overwatch og svo verðum við orðnir gamlir og hálf heyrnarlausir og við verðum bara kallandi Genji bug! Já, og við erum bara alltaf, upp á þak og það verður allt í rugli, heldur að við fara að þangað, heldur að við erum fattar að gera eitthvað annað? Veistu, já, jú, ég minnst það líklegt. Hvort það verður ekki komið Overwatch 3 þá? Eða hvort það 2 verður komið út á þeim tíma? Já, 2 verður vonandi komið út áður við verðum 70 en maður veit aldrei. Nei, þessi áframhaldi er ekki svona. Nei. Ég er rosalega spenntur. Mjög svo. Líka spenntur er ég að fara á elliheimili og geta lannað þetta daga, sko. Það er alveg... Já, segðu. Þetta því. Já, mér langar að gefa shoutout á Steinu Orris. Hann var með grín vikunar í strími áðan. Nú? Já, og ég ætla bara að endurtaka grínið því þetta var svo ógeðslega fyndið. Ok. Þið þekki nú Hanamura, en hafið heyrt hænu smíða? Jesús. Já, Steini fær allt kredit fyrir þennan og hann er flottur. Þetta er gott. Heyrðu, ég er með smá fréttir. Mér sýnist á öllu að Sindri sé ekki að spila þennan leik, heldur sé Papaya að fylla hans skarð Nú? hjá tröllum. Já, fyrsta mappið í kvöld verður Nepal og við erum bara að fara að leggja af stað þangað núna mjög fljótlega og ég eiginlega ræð mér ekki af spenningi, þetta verður svo geggjað með þér. Já, ég er spenntur í hvað liðin gera. Mér þykir nú líklegt að tröll fari í sitt klassíska bobble. Já, en þeir hafa samt verið að spila alls konar. Já, maður hefur séð ýmislegt frá þeim. Það er nefnilega verið þannig. Og kannski pínu missir af Sindra þar sem að hann hefur verið rosalega fjörugur í því að spila rosalega mikið af mismunandi hetjum. Já. Af einhverjum þekktur sem Flower almennabikarsins, ef einhverjir vita hver Flower er, fyrirleikmaður allavega Suður Kóreu sem var þekktur fyrir það að spila hreinlega bara allar hetjur. Ég held að hann hafi spilað allar hetjur nema eina á World Cup hvort á 2019 eða eitthvað. Ég held að hann spilaði allar nema Symmetry eða eitthvað svona. Það var eitthvað svona rugl, sko. Það er náttúrulega spilaði engin Symmetry. Nei, það var dálítið, já. Breyst. Það hefur aðeins breyst. Eftir að hún fékk teleporterinn á cooldown þá var þetta aðeins meira viable. En við erum komin á Nepal og það er bara ekki seinna vænna en að byrja því að þetta verður alvöru viðureign og það kemur ekki óvart ef við yrðum langt fram á kvöld af því að liðin bara hreinlega gæti ekki ákveðið hvort er á sigurum meira skilið.
En þau eru fljót að velja hér. Og sjáum að tröll eru að fara bolti, díva, tracer, ass. Væntanlega verður Papaya með pocket á ass með Egil á sér. Samt ekki víst því að þeir eru ekki með annan mail healer, þeir eru með Zenyatta. Já. Hinum megin erum við með Ryan, Díva, McCree, GK er á Simmandru væntanlega til að koma þeim út úr spawni. Rétt, nei, hann heldur Simmandrunni. Hann heldur Simmandrunni. Já. Það verður gríðarlega spennandi að sjá hvað gerist hér. Byrja bara að setja upp Simmandru næst á pointið. CND er strax mættur í baka boltanum. En tröllin eru búin að taka hérna high ground, leyfa CMD aðeins að kýtla sig mundi nær fyrsta pikki á Thunder Thor. Spurning hvort að tröllin ætla að ná yfirhöndinni í þessum fyrsta bardaga. Já, Gilli fellur líka, en Selir ná að kappa. Útgáfa Mines! Til CMD komið með Mines! Það er komin 7% af pointinu! Hvað er að gerast? Hvað er þessi gæi? Og tröll taka pointið. Já, þessi Mines komu ansi hratt og GKR er hættur á Simmandru, farin á Reaper. Já, hann hefur nú gert það vel áður. Já. Þetta var eiginlega ótrúlegt. Ég er bara aldrei Hvað fekk þessum, ég er ennþá í lost yfir þessu. Gummi Coleman komin inn á treyflunum hérna. Og Thunder Thor nær trölladráp, spurning hvort að selirnir er að fara að snúa þessu við hérna. Gummi Coleman með pikkið að munda. Smá bról í gangi upp á high ground á milli GKR og Galgafest. Og nú er CMD mættur á pointið. Hann fer af. Er komið með pulsbomb. Selum að kappa eða hvað? Nei. CMD er tekin út, en Bob contestar. En það dugur ekki til. Og Selin á að kappa pointið hér. CMD fær ressið. Egil er með gott ress þarna. Því að CMD er pínu ódreipandi á þessum bolta. Það er taldi verið að treyta trölladráp hendur í transið til að contesta þetta. Og CND er komið önnur Mines. Spurning hvað kemur það. Blitz með trölladráp og það er bara CMD sem stendur á pointinu. Gummi Coleman hendur í Pulse, nær engum. CMD tekin út af GKR. Nú þurfa GKR. Já, nú þurfa tröllin að grúpa upp. En CMD er fljótið tilbaka og hann er komið með önnur Mines. Þegar að Frankie Boxing er ekki komið með sitt fyrsta ult, en er alveg verið að koma með það, þá er CMD komið með sitt annað. Frankie reyndar byrjaði að ræna og skiptið á Winston, en það var mjög snemma. GKR er mættur í laumupokaleik að fela sig upp á hægrandunni. Og sömuleiðis Papaya og Egil, og það er einn BD hér. Bítið kemur út frá Gilla. Hét, ef ég mismunir ekki eitthvað annað áður, ég er ekki alveg klár samt sem áður. Mines koma út, ná ekki neinum. Og Selir virðast vera að hreinsa upp þetta fight. Primal Rage kemur út frá Frankie til að ýta þeim í burtu. Það eru bara 6% eftir. Annað Pulse Bomb. Já, kemur Pulse Bomb frá munda fyrir ekki. CMD og Egil Ari contesta. En Thunder Thor drepur Egil. CMD kemur á pointið, en hann fellur hér. Og Selir taka fyrsta round. Það var eiginlega hálf ótrúlegt hvernig þeir náðu að stela pointinu hana án þess að vera búin að vinna fightið. Já, og hittu því svo bara. Já, þetta verður gríðarlega spennandi að sjá hvað gerist hér. Já, og þetta er mjög skemmtilegt map fyrir environmental kill potential. Bæði lið með Lucio. Kemur ekki mikið ávart. Það verður gaman að sjá hvort að eitthvað breytist hér. Já, Gummi Coleman fyrir á Simmandru væntanlega er hann að fara að teleporta út og skipta yfir í Tracer. Mér finnst það líklegt. Já, hann er einum og góður á hittskaninu til þess að halda á Simmandru. Mundi gæti verið að gera það sama.
Egill Ari skiptir Lucio og fer Mercy Já, en CMD heldur boltanum og það verður spennandi að sjá hvað hann gerir. og GPS er beggja liða einmitt skiptir Symmetry yfir í Tracer. CMD fyrstur á point Og fyrstur aðpointi. og fyrstur aftur á það. En Franki með fyrsta pick á Trölladráp og GKR með Papaya. Egill Ari fer út á mappinu og líklega ná Selir þá að kappa þetta aftur. Já, gálgafrestur hendi bara í reset hér. Og Selir með fyrsta fight. CMD laumar sér á bakvið á, ætla væntanlega að reyna að snerta point. En þeir sjá við honum, Blitzset mætir honum en CMD rúlar sér inn í liðið. Franki hins vegar tekur Papaya bara út af með hann í baklínunni hjá Tröllum fyrirgeðið. CMD með 2 pick, hugsanlega eru Tröllin, eða líklega, já, þau eru að snúa þessu við hérna. En Gilli nær CMD út af. Já, Gilli nær sárabóta killi, en Gummi Coleman á pointi en fellur. Og Tröllin hafa tekið þetta fight. Nú virðast Selirnir ætla að fara vinstra megin. GKR beið þarna eftir Papaya beið þarna eftir Franki segi ég. Mines koma út frá CMD. Hann finnur Franki. Já, Thunder Thor hendir í Coalescence en dugar ekki. Og Tröllin virðast vera með yfir NTR. Bæði lið komin yfir 30%. Gálgafrestur náldi þetta út af en nær að bjarga sig með boosters. Gilli með hættulegt búb þarna á hann. Tröll halda velli í billi. Nú eru Tröll dottin í... nei, fyrir ekki. Selir eru dottin í 4 út. Já, og Tröllin er ekki mikið til að svara. En henda samt í Self-Destructið snemma. Og nátt báðum supportunum. Risastórt hjá Gálgafrest. Og það er spurning hvort þetta sé ekki bara spurning clean up. Gummi Coleman nærindar einu sárabóta killi. En það dugar ekki til, Blitzset fyrir út af og GKR fellur. Og þetta er enn annar fight sem að Tröllin taka. Og Gálgafrestur keypti þarna svolítinn tíma fyrir liðið sitt til að fá fleiri ult. Því að núna eru Egill Ari Trölladráp og Mundi með ult en GKR hendir í blossomið og nær agli. Eldist þarna við Gálgafrest líka en Trölladráp með Coalescenceið sem að nær ekki að finna neinn. CMD á pointinn eins og svo oft áður. En Blitzset svara með stærri sprengir. En Papaya er hugsanlega nokkuð út af Franki með stórt högg á Gálgafrest og næstum því á fleiri. Og hér virðast Selir, þeir eru búin að kappa pointið og virðast þeir að snúa þessu við. Gera það. Nú þurfum við að halda þessu. Bara að rígrúppa og reyna einu snenn. Já, ef að Tröllin á að snúa þessu við og klíra pointið, þá eru þeir búin að vinna þetta round og svara í 1-1 en Selir eru með yfirhöndina eins og halda pointi. Coalescence kemur út og Pulse Bomb. Gálgafrestur missi Mac. GKR tekur það á honum. Franki og GKR báði með pick. Selirnir virðast alltaf að vinna þennan. Og mér sýnist, já, Tröllin bakkar hreinlega bara. Ætlar hann að ná einu pussi í viðbót, full mannaðir. Ekki að eyða tíma í að halda áfram fætinu hér. Grúpa hér upp núna. Og mæta á point. Kemur út beat frá Selum. Og Papaya í Tröllum nær Franki með Death Blossom. En Selir náði Munda, Trölladráps og GKR. Koma Mines og beat frá CMD.
Þetta er æsispennandi bardagi, þeir þurfa að snerta pointi núna tröllin, gera það. Þetta er 4 móti 3, en við skjálfast ekki. Úff, gálgafrestur, étur pólsbombið frá Gumma Koma. En Gummi drepur tröllafrábara á annan hátt í staðinn. Úff! Og gálgafrestur með stórt bomb sem nær Gilla og GKR. Og þess má geta að þeir brutu búbluna frá Franki rétt áður en hún sprakk til þess að neita þeim vörnina þar. Mundi nær Thunderthor og hér eru tröll að taka þetta round. Þetta byrjar mjög spennandi og eins og við áttum von á þá stefnir þetta í spennandi leik. Heldur betur, hnífjöfn byrjun. Og síðasta roundið hefst þá hér og við komum yfir á Nepal Village. Sýnist Mundi ætla að fara yfir í Mei hér hjá tröllum. Það verður gaman að sjá hvað hann ætlar að gera við hana. Já, ætli Seli verið nokkuð veðrið eftir? Já, það geti gerst. Hann spáir allavega blindbil. Gálgafrestur fyrir Rosario. Og GKR er aftur á symmetrunni hjá Selum, hugsanlega, aftur til að koma út úr spáni, en það var áðan verkefni Gumma þegar það átt að skipta. Papaya já, og GKR heldur symmetrunni og Papaya líka. Það eru 2 symmetrur hér. Þetta er mjög gott point til að búa til reiður á. En engin fallin enn, Immortality komið út hér. Komið Shatter strax! Shatter snemma! Franki boxing. Og þeir ná að taka gálgafrestinn út þar og hreinsa svo bara upp liðið í kjölfarið. Virkilega vel gert að fá Shatterið svona rosalega snemma. Þessi tankar eru greinilega ekki eitthvað sem að fæst í bónus því að þeir eru ansi fljótir að charge pultin hér og við erum búin að sjá hérna tvisvar últ bara áður en að liðið er komið upp í 10% á pointi sem að er vægast sagt ótrúlegt. Papaya heldur symmetrunni hér en það er komið reiður á point frá GKR. Gluggi kemur út en það kemur veggur fyrir hann og Shatter frá CNT tekur blitzset en Selinir ætla ekki að leyfa þeim þetta svona auðveldlega allavega. Þetta er rosalega jafn bardagi. 3 eftir í hvoru liði núna. Spurning hvort liðið ber sigur og býta blitzset með killið á Papaya. Og Selinir eru komnir aftur inn og tröllin neðast til að bakka en Gálgafrestur er komið með Graf. Spurning hvort þið geta nýtt það. Mundi sömuleiðis nálgast Blizzard. Papaya komið með skjöldinn sinn og Egill er með beat. En það eru 4 úrt nánast komin í selanum líka. Og Ainur kemur út. Shatter er líka en á móti koma 3 úrt. Þetta er sannlega veist. Það er allt að gerast og enginn deyr fyrir núna. CND charger út af með GKR. Papaya með blitzset. Thunderthor svarar. GKR Franki. Eru Selir að ná að snúa þessu við og taka þetta? Nei! Tröllin! Wow! Þessi bardagi swing fram og tilbaka. Það var aldeilis kommittað. Ég held 3 ef ekki 4 últ hjá Selum og 3 hjá allavega 3 hjá tröllum. Og þessi bardagi fór fram og tilbaka þangað til að tröllin stóð upp þessi sigurvegara og náði að snúa pointinu við í fyrsta skipti á þessu rándi. Og Selinir teleporta. Hæra með við point. En Shatter! Og þetta push. Já, ekki alveg búið, en jú, það er búið. Þeir kommitta með Blizzard. Aukalega, hugsanlega var það óþarfið því að fætið var líklega unnið. En betra að vera öruggur stundum. Sérstaklega þegar að það að hitlið vinni bardagan þýðir og tapi mappinu. Heldur betur. En þeir eiga hins vegar ekki mikið af últum núna í tröllum. En það er heldur ekkert últ tilbúið í Selum. Já, skulum nú bara trúa það að CMD verður komið með fyrir lok bardagan. Já, það væri ekki ólíklegt og Franki boxing sömulegis sem kom með nýtt Shatter nánast.
Glugginn kom út hérna frá trölladráp, en hann nýttist ekki mikið vegna þess að selir fóru bara í felur. Symmetran, GKR hendir í sitt ult. Stór vekkur hér, Munda lokar Já, hátt liðið Fokki úti. með Shatter. Og þetta held ég vinni fæti fyrir það. Já, mér sýnist það og selir þurfa líklega bara að bakka hér og reyna að ná einni allavega í viðbót. Virkilega. CMD og gálgafrestur báðir með góð setup út sér. Virkilega flottur vekkur hér Munda. Já, hann var góður. En sömuleiðis átti Franki gott Shatter sem bara náðist því miður ekki að hreinsa upp eftir. Já, nú þurfa selirnir að snerta. Annar svakalega vekkur. Utan! En það var tæft Gummi! Nær Agli CMD svarar Papaya! Og mér sýnist tröllin vera að taka þetta! Papaya að gera stóra hluti. Tröllin eru búin að taka þetta map! Og það er 1-0 fyrir tröllum. Þeir eru greinilega ósáttir með að hafa tapað í síðustu viku í fyrsta skiptið í þessu sísoni og ætla ekki að gefa neitt eftir hér en ég held að selirnir séu mjög spenntir. Sjáum hér play of the game hjá gálgafresti í tröllum. Ekki últi hjá GK að stoppa sig. Nær þarna tveimur. Hreinsar svo upp blitzset með CMD. Það var mjög flott. Og það verður gaman að sjá hvaða map verður dregið hérna út úr pokahorninu hjá selum. Það verður hybrid map. Spurning hvort að það verður Kings Row sem er náttúrulega mjög algengt. Og Franki líður augljóslega mjög vel á Reinhardt. Er góður Reinhardt-spilari og þetta map er mjög gott fyrir Reinhardt. En það er ekki öruggt að það verði fyrir valinu. Það er nóg af möppum í púlinu. Gæti verið Blizzard World, gæti verið Hollywood, gæti verið Numbani. Ég kannski að gleyma einhverju. En ég er ekki viss. Það gæti verið eitt í viðbót sem ég er að gleyma. Við erum að gleyma einhverju. Já, ég held að sé eitt í viðbót. En við látum það ekki á okkur fá, því að chatið veit hvað það er og getur sagt hinum áhörfundunum hvað það er. Og mappið virðist vissulega ætla að vera Kings Row. Og það er greinilega mikið pepp því að selirnir vilja ólmir halda áfram. En þá eftir að velja hvort lið á að taka og hvort á að defenda. Ég held hreinlega, Sævar, að ég geti sagt það að ég haldi með selunum í þessu rándi og svo sé mér alveg sama og svo haldi ég með liðinu sem tapar af því að ég vil að þetta fari í 5-up. Já, ef ekki að vona það. Jú, spurning hvort að við förum með good luck sela tjantið fyrir þetta map. Ég læt vaða. Áfram selir! Áfram selir, segiru, en hvað með hitt tjantið? Ertu að meina að... Það er einhvern veginn svona selir! Selir! Þetta er víst good luck charm og það sem að áhorfendur og aðdáendur sela eru væntanlega að tjanta í gríð og erg heima í stofu þessa stundina. Þetta verður rosalegt, maður. Þetta er eftir fyrir þessu, maður. Þetta verður æsi spennandi og búið að vera. Þetta er búið að vera það og við erum bara rétt að byrja, vinur minn. Já, og mér sýnist að tröll ætla að verja. Já, þeir ætla að byrja á því að verja hér. Og það styttist í að við vindum okkur í þetta. Við erum að koma hérna yfir í Kings Row, hybrid map. Ég held ég geti sagt það með nokkri vissu að báðum liðum líði ansi vel hér. Þetta er, þetta er svona map sem að flestir geta spilað mjög vel. Og það er svona sumir fíla svolítið þá taktík að æfa eitthvað annað hybrid map rosalega mikið og velja það alltaf vegna þess að það spila allir mikið af Kings Row en það eru önnur map sem eru ekki jafn mikið spiluð
Það er rétt hjá þér. og það getur verið skemmtilegt að já, bara eins og með öll þessi modes, escort, hybrid og 2CP að velja eitthvað sem er sjaldan spilað og æfa sig mjög mikið þar til þess að fá smá advantage ef maður tapar mappinu á undan. En við erum að koma hérna yfir á Kings Royale. Sjáum styttuna víðfrægu Omnigin sem að ég man aldrei hvað heitir. Nei, nú man ég ekki hvað hann heitir. Þetta er örugglega hinn omníski Mahatma Gandhi. Já, hann er eflaust baseraður á honum. Það er allavega maður fólksins. En eins og kannski við mátti búast að þá ætla tröllin að fara hérna Rein Sarja, Frankie Boxing líður mjög vel á þessum Reinhardt, GKR komið niður á Hanzo væntanlega til að kombúa með gravitonunum. Já, og það verður Rein matchup hér. Spennandi að sjá hver hefur yfirhöndina, CMD eða Frankie Boxing. Algjörlega. Og Gummi Coleman kominn á Widow, en Mundi ætlar að vera Junkrat. Við höfum nú séð tröllin gera góða hluti á Junkrat á þessu mappi. Reyndar var Sindri að spila Junkin síðast, en Mundi er frábær spilari líka og ég efast ekki að hann geti gert álíka hluti og Sindri gerði hérna á móti, já, gott eða það var ekki Aðgerar. Eða Aðgerar. Já, nei, það voru höfðingjar, það er rétt. Það voru ekki höfðingjar. En jæja, þá eru leikar að hefjast og Selir eru strax komnir á pointið, fóru upp á high ground og komu svo niður og þeir eru að þvinga tröllin, taka plásið á þeim, en Papaya með GK hér og Mundi með Frankie. Ég er ekki frá því að Selir sýndir bara eitt leiðið og þurfum við að aðeins að róa sig. Já, sýnist við þurfum að fara aðeins tilbaka hér. Kannski voru svolítið spenntir. Blitzet hins vegar er komin í hátt charge og heldur því. Náði að lifa hér af. Frankie mættur inn í liðið. En Glutkin og Shatter. Nei, þetta er ekki Shatter. Þetta eru Reinhardt að klessa saman. Þeir tjörtu þetta okkur annan og tröllin virðast hafa tekið annan bardaga. En Frankie er komið með sitt. Þannig að það kom ekki út núna. Jú, og það er spurning hvort að þetta sé að einhverju leyti taktískt hjá selunum að reyna að byggja upp Graf Dragons til þess að taka pointið í einum rikk. En það setja þeir núna á nánast öllum últunum sínum. Styttist í bæði Graf og Bob hjá Blitzet og Gumma Coleman. En að sama skapi eru nánast 4 úst reiðubúin hjá tröllum. En selirnir eru konur upp á high ground. GKR gerir tilraun til að ná baklínunni, en þeir gefa ekki færi á því. Þeir fara gegnum hótelið. Sem koma hér út fullt af últum og tröllin hugsanlega að taka þetta aftur eða hvað. Já, lítur svoleiðis út. Graf Dragons komi hérna út frá selunum en Egill Ari með bítið bjargaði því svolítið og reyndar var stór hluti selaliðsins eða selahópsins, flokksins, hvað kallar maður hóp af selum, ég veit ekki en þeir voru allavega að stórum hluta dauðir þannig að þeir gátu ekki hjálpa til við að followa upp og GKR skiptir hér yfir í Reaper og Blitzet yfir á dífuna og út kemur gluggi og Shatter en Immortalityið frá Gilla bjargaði öllum nema GKR sem að fjall hana stuttu síðar Gummi Coleman er á As ég tók ekki eftir því þegar hann skipti á Widow en það var líklega gert snemma fyrst hann er komið með úst svo ég byrst verðingar á ekki minnst á það Bob kemur út og ætlar að kontesta point en CMD er að charge hann þannig að hann kemst ekki inn á point að kontesta Bob kemur út frá gálgafrest og nær GKR líka nær Thunderthor tók út Bob gálgafrestur er stór Gálgafrestur er einilega mjög spenntur hér Einsa upp alla þetta og tekum ekki að Blitzet svona for good measure og leif honum aðeins að lifa til að stakkja hann hér áður en þeir hreinsa hann upp Gálgafrestur með stór hér
Mætti ég að segja að hann væri tröllvaxinn. En Gummi Coleman kominn aftur á Widow, glugginn kemur út frá Thunder Thor og trölladráp. Og nú erum við hreinlega komin í overtime. Kominn í overtime, nú verða selirnir að vinna. Ná tikki, en Papaya hendir í, kemur líka Tæjar á sama tíma og þetta kemur út, en það er enginn að Þetta með enn eitt tikkið. Þeir fóru allir af og þeir náðu bara 40% hér, virkilega vel gert á tröllunum. Mjög vel Þeir gert. voru að verjast þessu gríðarlega vel. Nú verða Sailor einfaldlega að gera slíkt í sama. Ég held þeir gætu þurft smá hvatningu, við gætum þurft að heyra í tjattinu til þess að hvetja það áfram hér. Við erum að channel okkar innri seli. Þó að maður vilji nú ekki halda með neinum, þá vill maður samt að leikurinn sé gangi nánast að eilífu, því að mér langar ekkert að fara að sofa í kvöld. Nei, ég er sammálaður. Ég er Þú sammálaður. ert alls ekki, þú er sammála mér og Ég er alls ekki, ég er sammálaður. hér förum við í smá pásu, greinilega eitthvað komið upp. Disconnect, við þurfum að bíða í smá stund. Dálgarfesti. Maður, Þetta er man of the hour. já, DCR. hann hefur greinilega bara poppað off yfir sig. Já, greinlega. Greinilega missi í gleðinni og kasta tölvun út um gluggann eða eitthvað svoleiðis eftir að hafa staðið sig svona vel. En hann er komin aftur. Hann er kominn aftur og spurning hvort að Papaya ætlar að setja eitthvað skemmtilega stratt í gang hér með þessum teleporter eða hvort hann ætlar bara að koma þeim hraðar út til þess að koma selunum á óvörum. Já, hann var nú að standa sig vel í síðasta randi. Já, við neitum því ekki. Eða, já, síðasta mappi. En Selir sitja upp inn á hóteli með hreiður. Já, þeir gera það. Eða Carvos. 4, 3, Og hér fáum við að sjá hvað tröllin ætla að gera. incoming. Hvort þau ætla hreinlega að stela hér jólunum af selunum. Já, Gera þeim Mundi er lífið komin svolítið leitt. á föru, hann er hættulegur á henni og með Mercy Pocketi er hann stórhættulegur. Já, en selirnir eru að fela sig svolítið mikið inn í hótel. Eru reynda með teleporter út en hann er skemmtur. Já, þeir ætla ekki að gefa tröllum færi á að taka sig. Nei, við skulum ekki fara út í hvað taka sig getur þýtt meira. Þeir mæta hérna með föruna en Blitzet setur pressuna á Munda. Gefur honum ekki mikið pláss til þess að aðtapna sig en hann Mundi fer bara út úr byggingunni. Papaya með GK og Gummi Coleman með CMD og CMD hlýtur að hugsa núna Coleman must die. CMD, Coleman must die, það er nafnið hans. Hlýtur að vera í hefndarhug eftir þetta. En Selir eru ekki að gefa pointið eftir hér. Mundi hins vegar nær Gumma. CMD þakka fyrir það. Og Mundi! Wow! Mundi! Hvað er að gera? Jæja, Mundi. Mundi bara hreinsaði tröllin. Nei, Og nú hreinsaði fáum tröllin upp. Og við sjáum þetta aftur. Þetta var rosalegt, Mundi. Sóðastrákur. Hann var alveg saman með hann glugga. Hann fór bara fyrir ofan hann og drap alla 6 upp á eigin spýtur, Mundi. Wow. Ég veit ekki hvað hann var að gera svona junkrat. Akkur fór hann ekki bara að föru. Já, sumir segja að Mundi sé gleyminn og þess vegna heit hann Mundi að hann sé hann að bæta upp fyrir. Já. Upp fyrir það mun ekki, en þetta man hann allavega hvernig hann drepa með föru. Heldur betur. Mundi það sko aldeilis og sýndi okkur það hér. Þetta var fljót afgreitt. Já, hann bara afgreiti þetta, eins og þú segir. Ég er eiginlega bara í losti yfir þessu. Hann bara tók þá alla út og þeir bara köppuðu þetta. Ég bara náði varla að prósessa það sem var að gerast þarna. Þetta gerði svo hratt. Þetta
var, Já, við vorum ennþá að fagna þegar að leikurinn einfaldlega kláraðist. þetta var rosalegt. Mér sýnist stefna hér í pissupásu, þannig að við ætlum að fá eitt highlight myndband og já, skellum því bara á stað og heyrumst eftir smástund. Jæja, við erum mættir aftur. Við erum ennþá í spennufalli eftir það sem að Mundi var að sýna okkur hérna samt sem áður. Ég er ennþá bara, wow. En Ég hef ekki ennþá til orð. nei, það var eiginlega bara hálf ótrúlegt. Bara tekur út allt liðið og þeir bara kappa þetta auðveldlega. Það er spurning hvort að Selir eiga við þessu einhver svör. Það er komið í 2-0 fyrir Tröllum og já, Selir þurfa að vinna þetta mapp til að eiga áfram möguleika allavega að tæja það. Já, og næsta mapp er alveg býður upp á það. Því Já. það er 2CP mapp. Einmitt, Hanamura, skulum ekki rugglast eins og daginn. Hvað gerðirðu þá? Þú kallaðir... Þá kallaði ég Eichenwald 2CP mapp. Já, einmitt. Traveling to Það var bara vel gert. Já, vel gert mér. Ég. Virkilega vel gert. Já, ég er bara gríðarlega spenntur að sjá hvað Selirnir gera núna. Því að ég veit að initiating match. þeir eru grimmir og þeir vilja halda fyrsta sætinu. Þeir vilja ekki gefa Tröllum færi á að fara yfir sig. Það væri fúlt. Það væri Þrátt- mjög fúlt. Já, þrátt fyrir að vera öryggir með úrslitin að komast í þau, þá Já. er vont að fá stig á sig. Já, og svo er bara ekkert ólíklegt að Tröllin hugsanlega mæti þeim í einhverjum leik í útslættinum. Já, það var nú spennandi. For battle. Þannig að við erum kannski að fá smá
hvað segir við, fordrykk eða eitthvað slíkt hér fyrir það sem gæti gert þar. En við förum ekki að hugsa það núna og hugsa þennan leik og það eru selirnir sem að byrja á að taka hér. Og Gálgafrestur heldur áfram að spila þessa dífu sem að, hann er búinn að vera virkilega sterkur á. Mjög svo, og sömulegis sem Mundi ennþá á förinni. Hann er bæði, sáum hann áðan, ég held ég farið með rétt mál þegar við sáum hann að taka 5k og svo er hann búinn að gleypa Pulse Bomb og hann er greinilega í svaka gír í kvöld. Já. En selirnir eru líka, mjög flottir hér. Franki búinn að vera grimmur á sem Reinhardt. Já, þess maður geta að... Kemur teleporterinn, beint. Selirnir ætla ekki að gefa neitt eftir hér. Og þeir náttu ekki! Ekki strax. Og virðist ekki að hleypa þeim einu svona inn á pointið. Og það er annað tikk. Ástin hérna. 2 tikk, CMD hins vegar. Nær Franki og tekur Shattered. Shattered frá CMD. Hvað er þetta damage? Hvað kemur? Hvað fær hún þessi Shattered? Ekki neitt. Og hérna, nei, byttu. Jú. Þeir eru nú að taka út. Þeir ganga frá Gilla. Vá. Já, og það er ríkgrúp á Seli. Ég bara skil ekki, mér var CMD aldrei fá tækifæri til að swinga en svo var hann bara komið Shattered. Nei. Þetta var stórkostlegt. Þetta er rosalegt. Blitzett á Orisu hér, en þá... Það er önnur tilraun til að fara upp á hægrandi. Fyrir aftan þá. Niður á pointið. Þeir eru mættir, út í gluggi. Gluggi á mót. CMD er stönnaður en nær ekki að falla hér. Papaya tekur Gumma Kólmann. Og Gálgafrestur og Mundi nota báðir sín út. Sömuleiðis GKR. En það virðist vera annar bardagi sem að tröllin vinna hér. Það er einfaldlega ekki að leyfa þeim að taka mýruna sína. Nei, það er rétt. Gálgafrestur tekur alltaf þetta high ground þarna, spurning hvort hann er að reyna að skáta eitthvað betur það en ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hver pælingin er en hann er klárari en ég. Hann er að gera Papaya með hænúnið. Finnur Gumma Kólmann. Og CMD með GKR. Papaya með annan. Virðist vera enn Papaya er stór. Papaya. Og Gillig, hann er einfaldlega farin út af. Virðist greinilega ekki ætla að vera minni maður en Sindri sem að Papaya er að replacea hérna í kvöld. Nei, Papaya er að standa sig gríðarlega vel. Og GKR er komin yfir á Hanzo. Jæja selir, nú viljum við sjá eitthvað stórt. Já, við sitja á 3 últum. Sitja á 3 últum. Bráðum 4. Og tröllin er ekki með neitt. Kemur út Bongo og Shattered er blokka af CMD og Bongo er tekið út snemma. En GKR með Papaya og CMD. Og tröllin GKR. GKR er að gera flotta hluti hérna. Hvað er að gefa þessum manni í morgumat? En Mundi reynir að hendi bara sem Blitzett svaraði bara vel og GKR með síðasta. Og þeir taka pointið. Loksins kemur það hérna hjá Selum, pointið. Flottir, Selir. Virkilega flottir. Þetta eru greinilega ekki Selir úr húsdregaranum. Þeir vaða Þeir ætla að fara niðri. Þeir eru innibúkar þessi Selir. Það verður spennandi að sjá hvað gerir hér. Gummi Kólmann er komin yfir á Echo. Og þeir ætla að labba hérna upp á point. CMD mæti þeim, ætlar ekki að gefa þeim tikkið. Hænúnið kemur út frá Papaya. Nær engum. CMD, charge Franki Boxing. Counter það, CMD með Shattered á engan því miður. En Mundi með 2 pikk hér. Franki með 1 á móti, Franki með 2 á móti. Þeir eru greinilega í keppnum hvora meiri maður. Blitzett með Egil Ara, Mundi með enn 1 pikkið. Franki með Shattered nær engum. Og GKR með CMD komin á boltan.
Það er spurning hvort hann sé búinn að breyta því hvað nafnið sitt stendur fyrir og ætla að segja can't motherfucking die ef við leifum okkur að blóta aðeins því að það er það sem boltinn er þekktur fyrir að deyja aldrei og kontesta að eilífu og selir því miður ná ekki pikkinu hér. Tröllin standa sig vel í að verja þetta. CND skiptir boltan með Reinhardt. Hann fyrir aftur í rænin, já. Og Mundi er komið með annað barras. Hvað er þessi leikmaður? Hann er á einhverju öðru leveli. Eitthvað annað. Hann er á einhverju hærra plani. Hugsanlega útskýrir þetta því að hann er fljúandi og er svona hærra uppi, ég veit það ekki. En já, tröllin eru með últatvendulistin núna. Með barras sem kemur út! Mundi með 2 hér. Ætlar að stoppa þennan bardaga í fæðingu. Og selirnir bakka út. Og enn eru, já, tröllin með 3 ult, Papaya kom með ult í staðinn fyrir Munda núna. Glugginn kemur út, mjög áhugaverður gluggi, jú þeir bakka svo aftur fram, Franki bara með Shatter sem hann en Papaya svaraði bara og já, tröllin drapa líka með Immortalityð, tröllin CMD með Shatter núna já og þetta virðist bara vera hreinsun eða hvað, Franki klórar í bakkan og tekur CMD, það er bara 60 sekúndur. Já, Það þeir er virðist bakka. dýrt að vera lengi tilbaka núna því það er ekki mikil tíma eftir. Blitzett hangir á bláþræði hér með nánast ekkert líf eftir og missir mekkið. Þetta er óheppilegt. Þetta er dýrt. En hann fyrir út af. Hann ætlar að sækja Hann sér nýtt hoppar mekk. út á mappinu og ætlar að fá sér nýtt mekk. Líklega rétt ákvörðun hér. Gott call hjá honum. GKR komið með aðra drega. Spurning hvort að það sé vonarglætan sem að selirnir geta nýtt sér hér. Gálgafrestur er kominn bráðum í self-destructið og hann hefur verið sterkur með það að dregarnir koma út frá GKR. Ná fyrir Franki engum. er líklegur til að falla hér, gerir það. Og Blitzett með bombuna, GKR! GKR að gera flotta hluti hérna. Bombin kemur út frá Gumma Coleman, Thunder Thor með CMD. Ætlaðir að taka þetta á síðustu mínútu, Gálgafrestur með Já, mér clutch-bomb. sýnist það. Og það eru 2 tigg og það er... Eða snerti, Papaya fellur! Mundi kemur inn og Egill Ari en selirnir taka þetta í overtime 2-0 og ætla greinilega að já, láta þennan leik ganga aðeins lengur því að já, allavega förum við í framlengingu ef að tröllum tekst að fara alla leið. En ef að selirnir ná að stoppa þetta, þá fáum við annan mapp og það er það sem við viljum, því við viljum vera einni allt kvöld. Það er fátt skemmtilegra en að horfa á svona góð lið, skella hausunum á sig saman, gá hvaða fallega badd kemur út úr því og það er þessi leikur. Og mikið er ég spenntur og mikið vona ég að þetta hætti aldrei. Þetta er pínu eins og jólin. Ready for battle. Nefn að þetta má vera eilífu. Það er að segja að tröllin stilaði mikið. Rétt. GKR komin á Torbjörn. Torbjörn. Attackers incoming in 30 seconds. 30 sekundur. Já, GKR stóð svona græsvel á Torbjörn á móti, var það á móti Adgerum? Það má vera. GKR var líka góður bara nú en síðasta bardaga. Já, GKR er svakalegur. Og líka áðan. Og já, Mundi er kominn á simmetru hér í tröllum. Spurning hvað er að gera við það, reyna eitthvað að svipa hluti á selir, hugsanlega. Selir voru svolítið að teleporta beinta point, teleporta hliðina pointi, teleporta high ground, þeir gera alls konar. Teleportin kemur út og allir komast í gegn. Upp á high ground, droppa strax niður, GKR missir turretið sitt, Blitzett í baráttunni. Franki er nánast komið með Shatterið sitt. Þetta er ótrúlegt. Engin fallið enn, þetta er
hálf ótrúlegt. Ekki er einfalda að koma sjátir og út kemur það, nær engum. Það er blokkað, en það skiptir ekki máli því að CMD er tekin þetta törninu beint í kjölfarið. Glugginn kominn út, en GKR tekur tröldra bara út. Bob frá Gumma Coleman. Gummi með Bobinn snemma hér. Tekur út Munda. Olgafrestur tekin út. Gummi Coleman með góðan Bob hana. Fljótur að tjarta hann upp. Og við sjáum regroup hér frá tröllum. Mundi heldur Symmetru, mér sýnist að hann hafa skipt af henni í einhverja örskama stund en hætt svo við. Ég er ekki alveg klár, ég held það. Já. Því hann misti allt út tjartið sitt. Áhugaverð ákvörðun, teleporturinn kemur út. Og í þetta sinn fór þær upp á hús og Mundi drepur Gumma Coleman, ætlaði að kontesta hann á hægrandinu. Mæta svo nýra point, en Glugginn spur út frá Þöngþór og GKR með annað pick og hann últar hér en fellur út af mid-últ en Franky stígur upp og drepur 3 og komið með annað setti sem hann en Papaya hendir í hænunið nær engum, gálgafrestur fer bara út af hér og Papaya væntanlega reynir að deyja eða bakka. Hann kemst ekki út, þetta var leiðilegt stakkar. Gummi farmar smá útkjælt á honum, ætla greinilega að fá annan Bob frekar hratt. Franky kom með nýtt sjattir og CMD nálgast annað, báðar dýfur með últ. GKR er að dóla sér á hægrandinu. Og Gummi Coleman hinum einn. Það ætla greinilega að dreifa athygli tröllana en Mundi kominn á föru og hann ýtir Gumma Coleman niður. Það ætla ekki leyfa honum að vera þarna á hægrandinu, en hann veit hann er hættulegur þar. Bob kemur út frá Gumma en gálgafrestur með bombu sem nær Bob! Blitzett með bombu á móti sem nær trölladráp. Mundi eins og tók Gumma Coleman í middtíðinni og Mundi með gilla líka. Það er sko ekki verið að gilla á honum bakið. Og Mundi með Thunderthor. En Franky með sjattir en CMD svarar með sjattin! Og þetta er ansi jafn bardagi. Báða dýður og mekka á sama tíma. Hugsanlega tröll eru að taka þetta hér. Og tröllin virðast alltaf að kappa þetta point með 50 sekundur eftir það bil. Spurning hvort þeir ná seinna pointinu líka. Mér langar ekki að segja það. En ég vona ekki, því ég vil halda áfram. Ég vil ekki þetta sé búið. Koma svo selir. Koma svo selir. Þarna erum við. Þetta hlýtur að koma hér. Ég er alltaf ekki búinn að gefa fónina. Nei, þetta er ekki búið. Byrjar á því að taka út Munda. Bíðið þið bara, segir hann. Bíðið þið bara. Ekki koma strax. Við viljum að þið missið aðeins meiri tíma. Og tröllin bíða bara róleg. Þau eru ekkert að flýta sér. Mundi tekur bara sinn tíma að koma sér tilbaka. Spammar aðeins í millitíðinni, þó hann sé með últ. Greinilega freista gæfunar og vonast til að fá pick en þá fara tröllin af stað. Mundi einmitt með Barassi og það kemur út nær Gumma en Gummi náði Agli fyrst og það þýðir að þeir fá ekki res. Blitzett með Papaya og Munda. Blitzett með Munda og tröllin virðast vera að bakka aftur hér. Góð pressa frá selunum, þeir ætla greinilega ekki að gera þeim auðvelt fyrir að komast hérna inn. Gummi Coleman með gríðarlega pressu út hennan glugga. GKR spakur á pointi. Toppi trúður, eins og sumir vilja kalla hann. Það er karakterinn sem hann spilar, Torbjörn. En nú eru tröllin með 3 últ, styttist í bombu líka. Það er sem sagt Hænún, Gluggi og Valkyrie. En það eru 3 últ líka hjá selum og Glugginn kemur út og Bob. Og þeir henda líka í bombu Gummi Coleman, headshotar Munda og Franky með stórt er. Papaya hins vegar tekur Franky og Egill Ari ressaði Munda. Glugginn kemur út og þeir eru allir á hægrandinu. Tröllin
Lítur ekki vel út fyrir Selli. Og niður. En GKR ætlar að neita þeim svæði og últar hér. Trölladráp drepur hann eins og það bara. Franki tefur þetta. Mundi drepur Gumma Coleman á meðan. Ætlar að svara fyrir sig fyrir að hafa verið tekin út áðan. Franki stendur ennþá á pointi. Og CMD slammar Blitzett niður eftir að Franki fellur. Tekur hann út gálgafrestur með Gilla. Nú lítur þetta ekki vel út fyrir Selli. CMD að berja mann og annan. Hann gerir það hér. En Franki kemst að point. Dugar það til. Kaupir tíma fyrir Blitzett sem að rétt kemst að point. Bomba frá gálgafresti. Finnur engan. Mundi hins vegar og Papaya. Og Mundi hendur í bobbin sem drepur 2. Gilli ressar og dansar. Lítinn skrítinn dansa meðan Franki boxing komin að bolta. Kemur inn. Dugar ekki. 39 sekúndur. Bæði lið fá að taka. Bæði lið fá auka mínútu. Ætli þetta stefni í jafntefli á þessu mappi? Jafntefli þýðir allavega það að við fáum annan mapp. Svo ég vonast eftir því. Ég vonast eftir ykkur hér. Já, let's go. Selirnir. Já, spurning hvort að þeir ákveða að breyta ykkur hér eða halda sig bara við það sama. Ætli þeir reyni aftur að atakka með symmetrinni. Eða hvað, en reyndar held ég, sjáum hvort liðið byrjar að taka, ég held reyndar að séu tröllin. Nei, það eru selirnir, þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að þeir ætla að halda sig við teleporterum. Sýnist ekki, GKR á Hans og Gummi Coleman, Ass, Blitzett og Franki, Ryan Diva. Þetta eru nú ekki ósvipaðir hlutir og við höfum verið að sjá frá þeim þann sem áður. Mundi ætlar ekki að halda Assinni sem var komin á áðan og er farin yfir á Tracer til að leyfa Papaya að spreyta sig á Ass sem var að spila McCree hérna áðan. Og gálgafrestur stendur alltaf fyrir ofan spawn-dyrnar. Nei, hérna choke-dyrnar. Ég veit ekki hvort þetta er taktískt en ég er forvitinn. Er þetta bara ávani sem ég er að lesa alltaf mikið í? Eða er eitthvað pæling? Ég er ekki nóg klár til að vita það. En selirnir eru komnir af stað. Þeir eru spenntir fyrir frekari barsmíðum. Ég sé það á Franki. Hann er byrjar að lemja. Immortality kemur út frá Thunderthor til að bjarga Franki og Blitzett. Borgaði sig, því líklega hefði þeir fallið á með þess. En Mundi er aðeins í bak að kýtla, en hann fær það í bakið. Náðu greinilega ekki að kýtla nógu fast og fekk fægistrækki andlitið. Féll við það beint á smettið. En út kemur gluggi og selir! Konum með 3 pikk hér, fara point. Og þeir virðast að taka það, hreinlega. Papaya reyndar fær ressið frá Agli Ara. Komið 1 tikk. Gerir tilraun. En það dugar ekki til og selir komið. Ná þessu pointi hér. Vel spilað selir. Já, virkilega vel gert. 30 sekúndur fá þeir til þess að reyna að ná næsta líka. Þeir hafa ekki mikinn tíma en þeir eiga shatter eða jarðskjálfta eins og sumir þýðendur myndu kannski vilja segja. Já, gott shatter gulli betri. Já, en CMD á shatter líka en Franki notar sitt. Sjáum hvað gerist hér. Papaya já, var tekin út snemma en Egill ressar hann. Franki tekur CMD. Segir ég með stark ambu. Þeir ná einfallega ekki tikki. Nei, því að Bob kemur í veg fyrir það. Bob er að tefja það. CMD kominn á boltan. GKR með trölladráp. Og nú gæti fara að stýttast í tikk eða hvað. Já, það er einfallega tikk komið. Gummi og GKR með sikkort pikkið hér. Papaya svarar með að taka Gumma. GKR með dreka í spawn hjá tröllum. Egilari contesta point með Valkyrie. Þeir gætu fara að nálgast annað tikk eða hvað. Tröllin reyndar farin að koma hérna aftur inn eitt af öðru. En selirnir vita að þeir standa allir á pointi að þá respawna tröllin hægar. En tröllin virðast vera að ná að snúa þessu við. En þurfa nú að ná ansi miklu
Gummi Coleman heldur sig undir ennþá á lífi en það dugar ekki til. Næstum því 2 tvikk, 2,9% frá því eða aðeins meira, það er væntanlega 6,6, ekki bara 66. Já, en nú þurfa tröll að gera betur. Nú þurfa tröll að gera betur og það gæti reynst erfitt því þetta er ekki mikill tími. Við sáum að áðan voru þeir lengur en 1:40 að taka fyrsta pointið. Ef að selirnir ná að verjast eins vel og þeir gerðu áðan þar, þá gæti það gerst aftur. Þeir geta vel tekið þetta. Já, það getur líka gerst. Við bíðum bara spenntir og sjáum. En þetta leit illa út fyrir þarna á tímabili, en vel gert að skipta yfir í boltan og hanga svolítið á pointinu þarna. Og ekki bara boltinn sem að hékka á pointinu, það voru þeir allir. Egill Ari með Valkyrjið stóð sig gríðarlega vel, náði að tefja rosa mikið. Attackers incoming in 30 Og seconds. GKR ætlar að fara aftur á Torbjörn. EMD er mættur á Winston. Já, það er kannski frásögu færandi því að við höfum ekki séð hann spila Winston hér í kvöld Nei. fyrir nú. Nei, og sömuleiðis, Galgafestur hefur ekki verið mikið að sarju. Nei. En Mundi ætlar að halda förinni, hann veit væntanlega að Gummi Coleman er líklegur til að vera upp á húsinu með damage boostið eins og áðan og ætlar örugglega að reyna að þvinga hann svolítið niður, taka af honum pressuna. Það er að gerast hratt hjá tröllum. Sjáum hvernig það gengur hjá þeim. Ætlar að stökkva upp á high groundið, já, CMD og Galgafrestur gera það. En þvinga selina inn á point. Mundi tekur út turretið. Trölladráp á svolítið öðrum stað en restina af liðinu. Nær slípinu yfir á Gilla sem er tekin út. Og Galgafrestur með Gumma Coleman. Þetta getur verið stórt fyrir tröllin. GKR! Já, Galgafestur er að gera... Blitzett tekur eins og CMD. Og Thunderthor fellur hér líka. Það er ekki vel út fyrir seli. Tankar bara Blitzett, Blitzett ekki mekk, Blitzett dauður, 40 sekundur, þeir hafa það væntanlega rétt mínútu til að taka seinna point. Þegar að þessu er yfir staðið, 30 seconds remaining. ég held þeir fáið 30 sekundur. Gera það, Það eru við. Lost. en þeir þurfa að hafa hraðar hendur því ef þetta gengur ekki, Objective B. þá er þetta ansi erfitt. Papaya kom með út, Mundi nálægt. CMD stekkur inn, fer aftur út mjög hratt. 35 sekundur, Mundi spammar inn mid eða main. Franki í baráttunni við CMD, frontlineinu. Úff, Þeir eru að gott að fara að koma sér á pointið. Mundi finnur GKR. Mundi finnur GKR og hendur í barrage, en Gummi Coleman tekur hann bara út. Ætlari hins vegar ressar hann. Og Gummi er að stoppa þetta. já, Gummi gæti verið að bjarga selum hér. Gefa þeim smá vonarglætu. Gummi Coleman og GKR hér sem sigur pikkið. Og GKR með annað. Og selir! Eða hvað? Eða hvað? CMD CMD gerir tilraun en fellur. og Mundi næri ekki að koma sér á point. Þetta er búið. Selir! Fá hérna smá von. Vinna hér sitt fyrsta map. Gætu við verið að sjá byrjunina á reverse sweep, ég veit það ekki, ég voru að spyrja tjattið, það veit meira en ég. Tjattið er alviturt og getur spáð fyrir allt. Hér sjáum við Papaya með play of the game. Gott immortality field þarna. Sem að bjargaði mörgum frá því, en Papaya var alveg sama, hann þarf ekki ult til að drepa. Ekki þeirra með svona hitinn. Hann nota bara byssuna. Og núna er komið að tröllum að velja map í fyrsta skipti. Gummi Coleman með 20.000 damage. Wow. Það er ansi fínt. Það er ekki djók sko. Enda fengu ófáir bobbar að fljúa hér Og næsta map verður þá Escort. Á meðan að þeir velja það langar með að spyrja þig, kæri Sævar.
Ef þú fengir að vera með eitt Overwatch ability í alvörunni, það er bara þú persónulega, hvað myndirðu velja? Það er rosalega góð spurning. Chatið má endilega svara líka ef Já, það eru endilega, áhuga, endilega, en ég vil meðan vita hugsa. hvað þú hefur að segja líka. Já, það er svo mörg að velja úr. Ég hef ekkert að móti að vera ósynlegur eins og við ræddum hér daginn. Já, taka sombrana bara á þetta. Sombruna. Eða bara einfallega Soldier en að geta hlupið endalaust. Já, það er nú kannski eitt af því minnst spennandi sem er í boði samt, myndi ég segja. Lítil metnaður en Já. ég En þú þarf fæ ekki mikið. kannski, já það myndi kannski draga minnsta athygli að þér. Þú Já, væri það er- kannski... En já, við ætlum að taka eitt highlight myndband hér í viðbót og við skellum því bara af stað og heyrumst aftur á eftir í þessum æsispennandi leik. Já, við erum mættir aftur. Þökkum Blitzett fyrir að klippa þetta sturlaða myndband, en Blitzett er einmitt að spila hér þessa stundina. Já, virkilega flott myndbönd og vel klippt saman. Virkilega skemmtileg. Og við erum mætt hér, erum að koma á Dorado
þar sem að selirnir ætla að byrja að defenda. Ég hugsaði svolítið á meðan ég var í burtu hvaða ability ég myndi velja ef ég fengi að vera með eitthvað. Lát heyr. Ég held að ég myndi hugsanlega velja teleporterinn. Já. En svo er ég reyndar að fatta núna að hann teleportar ansi stutt. Já, Það er kannski ekki þess virði, ég veit það ekki. Kemur úr eldhúsinu inn í stofu. Ready for battle. Já. En snúum okkur aftur á leiknum. Þú getur Já. kannski teleportað yfir til nágrannans á þess að pappin er fattið eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég segi svona. Heyrðu, ok, mundi Incoming Bastion? in 30 seconds. Spurning hvort að þeir Nei. ætla að fara. Ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu strax. Kannski Nei. er hann bara að stuða okkur. Sjáum hvað gerist. Nei, hann skiptir. Hann skiptir inn í fara föruna. Ég neitaði að trúa þessu. Það hljómaði ekki líklegt að fara Pirate Ship með Winston Zarya. En þeir eru mættir á sitt signature comp. Já, double Tröllin. bubble. 5, 4, Þeir ætla greinilega að vera En sjáið grimmir þetta. hér. 1. Selir fela sig. Attackers Selir fela sig. Býttu nú Það við. er greinilega að koma í baki á þeim. stop the payload. En En ég held að Tröllin Tröllsið, vita á þeim. já. Þeir, Papaya laumupúkast aftur á þeim en Blitzett sér við honum. já, þeir veist nú ekki ætla að náðu manninni. Nei, Hvað var ég að segja áðan? Enginn enn. Inni púkar. Inni púkar. En hann er mættur í bakan Papaya. Ef það er eitthvað að markast rekka þá eru tröll ekki mikla félagsverður, þannig að kannski vilja bara halda sig inni. Ætla alltaf að gera það í svona tími viðbót, þeir eru búin að vera þarna ansi lengi. Já, þetta er nú reyndar selir. En Já. Já, það er bara flott. En betra. Mundi með fyrsta pikkið í þessu rándi á Gumma Coleman. en Franki. Úff, en Papaya og Mundi fljótir að svara fyrir CMD pikkið. Mundi með annan. Blitzett einn eftir hér. Tröllin. Að taka þetta hérna, örugglega. Þetta var góð tilraun hjá selum. Virkilega skemmtilegt Já, múf hjá þeir þeim náðu að fara að það inn. fela sig ansi lengi í búrinu sínu hana. Já. Svo við snúum þessu nú við. CMD situr einn á payload. Greinilega vanur því að þurfa aðeins að bíða og íta vagnum. Glugginn kemur út frá Thunder Thor og Mundi með Barrage á móti en Gekka tekur hann bara út. Og selir er allavega búin að tefja þetta attack, stoppa það aðeins hér. Láta tröllin aðeins stoppa og hugsa eða hvað. CMD er reynda bara mættur aftur að payload. Selirnir afturfattin í feluleik inn í húsi. Vilja væntanlega ekki leyfa Munda að skjóta rakettinum í sig á víðavangi. Takar það þessin í bakið á þeim. Egill Ari hendur í ult og CMD fær nano. En tröllin átti ekki að láta að hafa þetta. Franki reyndar að gera góða tilraun. Og Það er GKR, að þetta gæti snúist við. koma mikið af ultum út hérna. En Egil er mættur að pússa payloadin. Papaya með 2 hér til að reyna að hreinsa upp Blitzett. Hendur í ult til að klóra í bakkan, virðist ekki virka. Gilli kominn aftur inn. Snerti payloadið Gummi Coleman sömuleiðis með honum. Og Thunder Thor sömuleiðis líka. Blizzardi kemur út. En virðist ekki að stoppa neitt í spórum sínum í þetta sinn. CMD poppa Primal Rage og gálgafrestur drefur GKR. CMD fór hafna í svaka eltingaleik aftur fyrir, kominn En aftur. payloadið mjakast áfram. Já, 1,38 metrar. Selirnir er að tefja 45 sekundur en komnir alla leið. GKR reyndi að ná last minute contesti en gekk ekki. Tröllin með 3 úst hér, Selir með 0. Styttist reyndar óðum í Thunder Thor gluggan. Bara 3% í það, 2%. Svo hann verður með þessum bardaga. Meðum ekki gleyma að Mundi er með Barrage. Það hefur verið hættulegt hingað til, ég viðurkenni það. Já, Papaya og þetta er með Hannóni. grafið.
Og selirnir allir komnir aftur inn í þetta skipti í dómhúsið. Þeim finnst gaman að vera inni. Mundi nær Gilla. Og Papaya með Gumma Coleman, glugginn kemur út. En Mundi svífur hér yfir þá. Þetta virðist vera nokkuð örugt hjá Já, CMG tröllunum. er illa með seli. Enda fékk hann nanobústið, skulum ekki gleyma að gefa trölladrápinu kredit fyrir það. Og aftur situr CMD einn á payload. Þeir velum hann Það þar. er pínu eins og hann sé að hugleiða. Hann situr bara grafkyrr og leyfir sér að fljóta með payloadinu. Og selirnir mættir á payloadið. CMD stekkur upp á high ground, gálgafrestur. Hendir í graf. Grafrakó. CMD, Primal Rage, GKR hendir í ulti sitt á Reaper en finnur engan, tekur þess að gálgafrest út beint í kjölfarið. Franki, Antiaður og Lár og Papaya hreinsar hann upp. Papaya með Gumma Coleman líka. Papaya er búinn að vera díga skemmtilega upp hérna. Já, virkilega, virkilega. Trölladráp hreinsa blitzet upp með neitinu og Tröll virðist alltaf íta hér alla leið, eða hvað Franki kemur inn þegar hann metir eftir en gefur speysið eða plássið eftir. GKR nær sárabóta killi á Munda en fellur svo fyrir hendur Papaya og Gummi Coleman tekur Papaya til að svara fyrir það en fellur svo aftur sjálfur. Hýrt fyrir seli því að þeir eru að voða stakkaðir en núna. Já. Mundi með Barrage í bak, nær tveimur hér. Og þriðja. CMD sem er leiðist með einn. Mundi er óstöðvandi á þessari föru. Ég veit ekki alveg hvað er þetta að gera hjá hann. Gummi Coleman á McCree hefur ekki verið að ná að finna nógu hart að mér sýnist. Því að Mundi er búinn að ná að gera ýmsan skandalinn hér og CMD situr aftur á payload. Ætli Papaya hendi núna í nano nú. Gæti verið að Franki er komin yfir á Winston Hann gerir það, ekkert nano. Og bæði hænun koma út. Hvorugt virðist finna neitt. CMD hendir í Primal Rage og Mundi finnur Gumma Coleman og Egill Ari resa trölladráp en Blitzet finnur þá bara Egill. Papaya með GKR og bomban kemur út frá Blitzet, finnur engan. Mundi fær Mekki í smettið en það skiptir engum máli. Gálgafrestur er að íta þess alla leið. 0,75 eftir en Blitzet og Thunderthor ná sigur á pikkinu. Það eru 4 selir á payloadinu. En Gálgafrestur er virkilega góður á þessari dífu. Gummi Coleman nær, CMD, Egill Ari, einn á payload. Gummi Coleman er að stíga hér upp. En Gálgafrestur heldur áfram að taka menn út. Hann er svakalegur. Gálgafrestur. Hann er ótrúlegur. En selirnir er að ná að kontesta þetta rosalega vel og þvinga tröllin til að bakka. Tröllin fór reyndar í 0,03 metra. Það verður ekki mikið tæpara. GKR á highgroundinu. Lætur pikka sig. Fór kannski aðeins svo hart. Eða allavega fekk Anti þarna á sig. Og það lék hann grátt. Blitzet missir Mac. Og tröllin taka Thunderthor og Blitzet hér. Bítið kemur út frá Gilla. Það reiður aðeins sela megin og reiður Papaya. Báðir apar virkilega reiðir hér. 2 metrar. Franki stendur á payload. Gálgafrestur hendir í bombu. Nær GKR og tekur Blitzet og Mac. Það er komið með enn eitt pikk og annað pikk. Gálgafrestur er rosalegur hér. Trölladráp hjálpar honum að hreinsa upp. Trölladráp! Trölladráp! Litla anan maður. Final blow kóngurinn. Trölladráp. Ætti ekki að endurskýra sig seladráp. Því það var það sem var að gera þarna. Heldur betur. En komust alla leið með 0 sekúndur eftir á klukkunni.
Spurning hvort að selir geta leikið sama leik. Trölladráp. Það er önnur pása. Sýnist Gummi Coleman hugsanlega hafa disconnectað hér. Vonum að vera fljótt tilbaka. Ég veit ekki, kannski var það ekki hann, það var einhver. Allavega er pása. Mundi dottinn út. Hann kemur vonandi fljótt aftur. Já, síðast spáði ég því að hann hafi disconnectað eftir að hafa átt þetta rosalega play á föru. Ég veit ekki hvort að, já, væntanlega ekki þetta skipti vegna þess að það voru trölladráp og gálgafrestur sem að kannski voru svolítið með þetta á herðum sínum hér á lokametrunum. Já, það má vera að hann sé bara svo ánægður með það og hann er farin að fagna. Já, kannski bara treystir hann þeim fyrir þessu meinarðu. Já, Það bara að gefa þeim. Það gæti verið. En Egill segir hér að það sé stutt í hann. Það er bara vonandi að hann finni sér leið tilbaka. En heppilegt allavega að hann sé að lenda í þessu eftir að þeir eru búin að ná að pússa alla leið. Já. Hann þyrfti kannski að fara að hringja í netfyrirtæki sitt og kenna þeim leksju. Lesa aðeins yfir þeim, þeir hafa gott að því. Það er ekkert mikilvægra heldur en að vera með stabíla tengingu þegar maður er í svona rugli. Rétt. Papaya segist alltaf labba gullfiskinn sem hér. Reyndar að öllum líkindum grín því að gullfiskar labba ekki. Nei, þeir synda það ekki. Jú, eins og selir. Synda selir jafnvel. Það Mundi komið tilbaka. Og já, ég er bara eiginlega ánægður að fá smá pásu hérna til að anda. Það er svo mikið að gerast að maður á bara erfitt með að hugsa. Milljón últ sem fljúga út á sama tíma. Allir að spila gríðarlega spennandi og skemmtilegan leik. Hér hefur gálgafrestur eftir Munda. Ég bara fraus, þetta var svo spennandi. Stressandi, segir hann. Spenntur. Jæja, sýnist leikar vera að hefjast hér aftur á ný. Væntanlega af pása eftir smá stund. Á meðan við bíðum eftir af pásinu spyr ég, pilsa samloka? Spurning hvort að tjatti hefur ykkur svör við því. Hvað er spurningi það? Augljóslega ekki. Ég veit það ekki, þetta kom bara upp í hugan og ég hendi því hérna út. Ef þú borðar hann á hlið, þá er þetta kannski pínu eins og Subway. En þá er komið að selunum að taka hér. Spurning hvort að þeir íta alla leið og svara tröllunum bara. Breyta þeim í stein, jafnvel. Með því að hleypa sólinni inn þegar þeir koma inn á lokametruna. Það er reyndar dimmt á Dorado, engin sól, svo tröllunum ætti að vera óhullt í bili. Ég veit að þetta er allt virkilega vel úthugsaðir og flottir brandarar, en einhvern veginn þurfum við að drepa tímann. Og við sjáum að tröllin ætla að halda áfram að vera með double bubble, en sömuleiðis ætla Selir að gera það sama. Já, það var spennandi. Bæði lið með Tracer, bæði lið með Önu. GKR á Tracer hér. Löngu leiðina. Og CMD er að fela sig upp á þakki, droppa niður á GKR. GKR blinka bara inn í spawn. En Franky og Blitzett eru komnir í bak. Já, búið að spotta á. Hér. CMD stekkur á þá. Búblar þannig að það geti ekki fengið heal, en er anti-áður og Lár kemur sér samt sem áður út. En Gummi finnur trölladráp. Já, trölladráp fær ekki mikið últjarts af CMD í þetta sinn vegna þess að hann er dáinn. Gummi Coleman með gott pick hér. Skemmtilegt dínamít og mikla pressu á baklínuna. Hann ætlar ekki að leyfa Agli að gera mikið þess að hann er búinn að vera að skjóta á hann hart. Mundi kemur hins vegar inn en er tekin út af Franky. Og Selir íta óðir. CMD hoppar inn, ætlar greinilega ekki að leiða með íta lengra í bili. En er anti-eður? Fær anti á sig. Og einfallega, hann kemst út. Blitzett hins vegar með gálgafrest og Selirnir virðist vera með nokkra yfirhönd hér. Mundi hins vegar kemur inn, CMD líka. En Nanoðu kemur út frá Selum. En
Gilli fellur. Dynamítið kemur út frá Gumma Coleman en CMD fær Nano. Notar Primal Rage með Nanoinu sem er eitthvað sem við sjáum kannski ekki oft. En Það er greinilega að virka. það er að virka því hann dreipir Gilla. Pulse Bomb kemur út frá Munda að ég held. Reynda að koma út frá GKR áðan líka. Gummi Coleman með gálgafrest. Gummi er búinn að vera sterkur núna með annan Heldur pick. betur. Beint onni í grafið frá Blitzed. Papaya svarar Nær. þessu með Hænún eftir að hafa drepið Gumma Coleman. En selirnir íta þessu alla leið á fyrsta legg. Tröllin þurfa að hópast í saman hér. En Selir sækja hart að. Þeir eru Gera komnir það. upp á hægrandið. Skilja greið GKR einan eftir á payload. Fær ekki vera með í partíinu. Hann þarf að íta. Einhver þarf að gera það. Það er rétt. Og það er CMD sem er komin hérna upp á hægranti til þeirra inn í dómhúsinu. Galgafrestur stígur fram fyrir hann til þess að kofir hann aðeins og hann komist út. Gummi Coleman finnur eiginlara. En Gummi CMD Coleman góður í mætti. að finna fyrstu pikkin hér. CMD svarar með því að taka Gilla út en Blitzed tekur hann bara út á móti. Og Thunder Thor hér með ressið á Gilla. Og GKR heldur bara Dóla áfram að sér pússa. á payloadinu. En Virkilega það er gaman hjá Ranger honum. Duel að gera sér á payloadinu. Mundi og GKR. En Gummi kom að tekur upp Munda. Tínum manni, grafið kom út og já, frá Gálgafrest og í því fjall Franki. En Gummi virkilega sterkur hér. GKR er bara að fá að íta þessu hérna. Reyndar alltaf CMD að stoppa hann aðeins núna. Já, neini, hann fara að viðra payloadið áfram. Já, og Gummi Coleman Já. hjálpar honum með pressu frá Bob. Já, Og Blitzendamættur á payload. GKR fellur hér. En 1 meter eftir. Blitzed fær Nano og CMD líka. Franki er óður á eftir Vidóinni. Hér virðast tröll að snúsa við eitthvað. Gilli með pikkið á Papaya. En CMD tekur hann út og það er bara Franki og Franki fellur. Gummi Já. Coleman á hægrann reyndar eftir. Það er önnur tilraun hjá kemst Selum bara. út hér. Nei, Mundi á Vidómeikarnum tekur Gumma bara út. Það er Hann ekki er að leifa honum. hættulegur þar. Já, og já, Selir hafa hér 2,5 mínútu til þess að koma þessu þessa 5 metra eitthvað svoleiðis sem að verða eftir. Hugsanlega aðeins meira. Því að payloadið silast tilbaka þegar enginn er á því. En þetta var ansi tæft, það munaði 1 meter. Hér er GKR hins vegar með Pulse Bomb. Selir fara langleiðina inn í bankan, upp á hægrandið. GKR er slípaður af trölladráp sem drepur hann. Þetta er dýrt. Mjög svo. Við vorum væntanlega að vonast eftir að geta initiata hér með Pulse Bomb, fá það ekki. Franki, já, ætlar ekki að lega Papaya að fá mikið væl út rústinu hér. Því hann endur í Primal Rage og hendur hann bara niður á hægrand og hoppar út af mappinu! Hörðu mig! Virkilega óheppilegt. Og Papaya tekur Gilla. Selir í stökustu vandræðum hér. Þurfa að reyna að hópa sér saman aftur, held ég. Eða hvað? Blitzed er kominn ekstra fyrir aftan, já, hann býr eftir leiðinu sinu, er með grafið, GKR með Pulse Bomb. Gæti komið skemmtilegt kombo hér. Franki hoppar upp á high ground til að mæta þeim. Mæta tröllunum. Og Thunder Thor hendur í Valkyrie, en Mundi. Og hér kemur grafið og Pulse Bombið inn í það. En nær bara Agli, Papaya og Franki í baráttunni. Gálgafrestur tekur Gilla á meðan. Mundi óárættur á high ground en Gálgafrestur með 2 hér og Nano 3 hér. Franki finnur Munda. GKR hægrandinu. svarar Papaya en Gálgafrestur er virkilega sterkur hér en kannski, hendur í grafið á Thunder Thor sem að fellur við það og mér sýnist Gálgafrestur í bardaðinu frá Selum. já, mér sýnist Gálgafrestur hafa keypt hér ansi mikinn tíma fyrir liðið sitt vegna þess að Selir já, voru með yfirhöndina í þessum bardaga. En nú hafa Selir bara 20 sekundur eftir. Já, þetta lítur ekki vel út því að ef að þeir ná ekki að íta þessu alla leið að þá eru tröllin búin að vinna þetta.
Gætum þurft eitt loka í tjattið. Það er bara 5 sekúndur þegar þeir þurfa að snerta hérna. Snertið nú drengir. GKR, mættur á payload. Þar á hann heima. Nei, hann á ekki heima þar, en hann er góður í því að greinilega hugsa mikið payloadið. Og hér kemur allt út. Enda allt undir. CMD og Galgafrestur ná pikkum. Payloadir. Payloadið 0,75 metrum frá því að fara alla leið. En Galgafrestur virkilega góður hér með enn eitt pikkið og það er bara Franki eftir og hann nær ekki að snerta og þetta er búið. Þetta er búið. Taka þennan leik. En mikið var hann skemmtilegur og mikið hlakkaði til þess að sjá meira. Ég vona að þessi lið mætist aftur í útslatakeppninni vegna þess að þetta er virkilega góð lið og gaman að sjá þau etjast við. Hér sjáum við Franki boxing, pinna Galgafrest, ná pikki, GKR með smá backup með ultinu sínu, Shatterið kemur út, CMD fellur, virkilega vel gert. Og þrátt fyrir að við höfum séð GKR mikið á payload, þá tókst CMD samt að vera 7 mínútur á payload í þessum leik. Meira, Já. sem er virkilega gott. En merkilegra finnst mér damage blocked hjá hann á Franki boxing. 25.000 damage blocked sem Winston. Já, greinilega með góða búblu. Og við erum spenntir fyrir því að fá viðtöl hér eftir þennan æsispennandi leik. Spurning hverja við fáum. En við kannski drepum tíman á meðan og pælum aðeins í því hver okkur fannst vera bestur í þessum leik. Kannski tjattið lýsið skoðunum sínum líka. Heyrðu, Blitzet er mættur hér í viðtalið. Velkomin. Eyþór með honum. Eyþór, þú ert með hvaða nafn í leiknum? Thunderthor. Thunderthor, velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir. Jæja, þessi leikur gekk kannski ekki alveg eins og þið hefðu vonast eftir. Þetta hefði getað farið betur. Hefði getað farið betur. En við getum lært ýmislegt hér. Og þetta var virkilega skemmtileg viðuregn að horfa á, verð ég að segja. Bæði lið virkilega skemmtileg og góði taktar báðum megin. Mér langar að spyrja ykkur, kannski byrjum bara hvernig er stemmingin eftir leikinn? Bara mjög góð. Það er læg sko. Já. Hún er ekki það slæm. Allt er læg, mjög góð. Já. Kannski misvísandi svör. Já, við vorum tilbúin að vinna þetta sko, en bara við vorum ekki alveg okkar degi í dag, en við tökum hann bara næst. Tökum hann ástættuna með semifinals, bara hvað við hittum þau. Allar líkur á að þið mættu þeim aftur. Já, þið eruð allavega öruggir með sæti í úrslatakeppninni, þannig að þið kannski áfram dölum. Já, þannig að kannski ekki allt undir hjá okkur, en samt sem áður hefði verið gaman að fá sigurinn. Já. Við spiliðum bara dálítið lélegan leik á Kings Row að mínum mati. Já. Og við vorum bara smá óöppin á fyrsta mappinu að taka það ekki alveg. 2 mapp fari 99 og bara 1 clutch stífa og bara vinnið á leikinn. Það var mjög erfitt að horfa eftir því en ef við tölum aðeins hennan Kings Row leik, Mundi, hann fór illa með ykkur. Erfitt að svara því. Hann fór illa með ykkur þegar hann draf bara allt liðið á eigin spýtur. Það var ekki langt defense þar. Nei, ég fæ marglega að mynda á föru sko. Já, ég trúi því bara vel. Það var bara plan fyrir takkið sko. Það var bara hvað að fokka okkur smá upp þar. Já, ég skil því. Já, það er bara kemur fyrir bestu menn og vill gerast stundum. Voruð þið búin að gera mikla heimavinnu fyrir þennan leik? Já, eiginlega frekar mikið. Já, þið voru búin að stúdera hvaða möpp var líklega til að koma og hvað þeir spila. Já, planið okkar var bara, fyrst þegar við vorum búin að tapa control-mappinu. Control-mappið var þar sem við áttum að vona að hafa besta matchup á mótið þeim. En svo sást að við vorum með mjög góðan leik á mótið þeim. Algjörlega. En við bara klikkuðum á nokkrum hlutum sem voru bara mjög einfaldir hlutir til að laga sem við hafðum unnið það á, sko. Og við sem að við erum með svo, ef þeir vinna Hybrid og Escort, þá er hann að 2CP okkar mjög gott því það er svo mikið high ground. Þegar DPS-un okkar er Fiesta, sko. Já. Gummi Fiesta. Já. Hann er góður. Já, maður sá það einmitt að þeir voru svolítið farnir að reyna að þvinga Gumma niður af high groundinu á Hanamura þegar hann stóð upp á húsinu
já, til þess að reyna að svara því að því að hann var augljóslega mjög góður þar. Já, algjörlega. Þannig að bara ef við hefðum náð að fortsetta í Game 5 þá held ég að það hefði verið mjög góð málum en það var náttúrulega mjög erfitt eftir að við töpuðum fyrsta control mappinu þar sem við áttum von á að vinna. Já. En þið stóðu alveg rugl vel. Já, virkilega vel og bara ótrúlega gaman að fá að fylgjast með og lýsa þessum leik því að þetta var, já, alvöru fjör. Mér langar að spyrja ykkur kannski, er eitthvað svona sem að, eitthvað lærdómur sem að þið dragið út úr þessum leik? Við bara þurfum að koma aðeins betur planaðir inn. Við vorum með ágætt plan fyrir, eins og við segjum, control mappin. Já. En okkur vantaði aðeins betri plan fyrir escort mappin. En svo við vorum með annað gott plan fyrir first point Dorado defenseið sem stást við náðum að halda þær í 3 mínútur þar. Einmitt, það var virkilega vel gert. En við bara vorum ekki alveg nógu tilbúnir í að breyta planinu fyrir second og third point. Já, akkurat. En svo það hefði nefnilega, ef við værum með gott strategy sem við hefum getað pullað út á second point, við getað haldið þeim þar, þá hefði við verið í góðum málum líka. Já. Það er bara örlítið, en svo það sást bara Dorado þar sem við vorum með gott gameplan á fyrsta point. Það var mjög létt að halda þær í 3 mínútur. Sem bara komu oft. Og þetta var bara virkilega flott og skemmtilegt að horfa á. Ég meina, kannski, já, þetta var virkilega tæft að þið myndu ná að halda þessu alveg. Eða það er sko, já, það munaði ekki miklu að þið hefðu komið í veg fyrir að þið hefðu náð að íta alla leið á 3. pointi, meira að segja. Já, það var 1 Lucio pick frá Förner ef ég mann rétt sem fokkaði okkur á Dorado. Já, einmitt. Já, akkurat. Kannski ein spurning að lokum, maður leiksins að ykkar mati? Ég held að það bara hafi verið liðsheildin sem var að sína sér betur sko. Það eru allir í þessum báðum liðum sem eru svo svakalega góðir. Einmitt. Virkilega gott svar. Ég var bara samanlega sko. Já, bara geggjað og hérna, ég bara segi gangi ykkur áfram vel í mótinu. Þið náttúrulega hafi verið virkilega sterkir hingað til, ósigraðir þar til nú af öðru liði sem var ósigrað þar til í síðustu viku, þannig að þetta var virkilega spennandi leikur fyrirfram og ég bara get ekki beðið eftir að sjá meira. Bara takk fyrir þessa veislu í kvöld og gangi ykkur vel. Framhaldið. Takk hérlega. Takk fyrir stakar. Og þá fáum við vonandi einhvern til okkar, já. Það er Papaya sem er mættur hér frá Tröllum. Velkomin. Sælir. Þú kemur inn sem sub í þannan leik eða hvað? Ég komst í lið fyrir svona 2 dögum. Ok. Já. Skemmtilegt fyrir til hamingju með það. Já. Ég held að ég sé bara að spila því Sindri er ekki. Já, þú allavega stekst algjörlega upp hér og hérna, já, stóðst með stakri prýði verði að segja. Já. Virkilega gaman að fylgjast með þér. Greinilega verðskulda sæti sem þú fær hérna í liðinu í dag. Mér langar að spyrja þig, voruð þið búnir að gera mikla heimavinnu fyrir þennan leik? Voruð þið búnir að undirbúa okkur mikið? Nei, við spilaðum bara 1 scrim og það var bara allt saman. Við vorum ekki hættir. Og þið voruð ekkert búnir að velta fyrir ykkur hvaða möpp hinir væri líklega til að velja þilirnir og svo fleira? Nei, við spilaðum bara okkar möpps og það bara gekk vel. Það reyndist ykkur vel. Já, allavega var nóg í þetta sinn. Svona virkilega góður sigur og hérna já, gaman að fylgjast með þessu en er eitthvað svona sem að ykkur fannst ekki ganga nógu vel þegar þið viljað, eða þið getið lært af þessum leik í rauninni? Já, það var eitthvað annað. En það er svo lítið að það eiginlega skiptir ekki máli. Já, þetta var allavega mjög flottur leikur og hérna virkilega gaman að fylgjast með og hérna því náttúrulega þið tapið Hanamura. Eitthvað þar sem að var að klikka meira heldur en annar staðar? Já, músin hjá mér stó, þannig að það er eiginlega einasta. Helst til óheppilegt. Og þið voru kannski heppnir með að Mundi var að disconnecta á milli leikja í tvígang en ekki í miðjum leik eða hvað? Já, það var frekar heppilegt. Það var virkilega heppilegt og hérna, en maður sá það sko, þið voru að spila allir gríðarlega vel sem lið. Gálgafrestur og Mundi áttu báðir rosalega rispur sem að Mundi náði á tímabili að taka allt liðið út og Gálgafrestur sömuleiðis
gríðarlega sterkur en auðvitað þið allir og ég meina þú kemur inn á sem McCree og hérna sópa gólfið fram og tilbaka bara og virkilega gaman að fylgjast með ykkur öllum. Mér langar að spyrja þig, er fyrir þér einhver sem að svona þér fannst vera maður leiksins í öðru hvoru liðinu? Hvað segirðu? Já. Já. Gálgi, honum gekk vel í liðinu okkar. Já, hann var frekar góður sko. Og... En auðvitað voru bara allir ógeðslega góðir. Já. Og þetta eru líka bara lið þar sem að maður sér að allir að sinna sínum hlutverkum einhvern veginn. Þú veist, það er náttúrulega hlutir sem að skína oft ekki jafn vel í gegn eins og hvað supportar spila vel og allt þetta. En maður sér það bara, þú veist, að þú og Mundi fáið mikið pláss og sömuleiðis GK og Gummi Kolmar hinum megin út af því að tankarnir eru að búa til spacið, út af því að healerarnir eru að halda þeim á lífi og þetta bara smellur allt einhvern veginn saman. Og það er bara ótrúlega gaman að sjá svona góð lið mætast. En já, þetta er kannski allt sem að við höfum fram að færa í þessu viðtali nema að þú hafir eitthvað sérstaklega sjálfur sem þú vilt koma að. Já. Það er að followa twitter.com/tröll_overwatch. Ok. OW. Þannig að þið eru með liðs Twitter. Já. Já, hvetjum við alla áhorfendur til að kíkja á það og þökkum við bara kærlega fyrir, já, og liðinu og öllum þáttakendum fyrir gríðarlega skemmtilegan leik og bara takk fyrir að koma í viðtalið til okkar. Ekkert mál. Takk fyrir þetta. Já, og já, þá er þetta komið á lokum hér. Við þökkum bara kærlega fyrir samveruna í kvöld, minnum á leik annað kvöld, musteri kartöflur og leik á laugardag, Hreðjar Silfur, bæði mjög spennandi og skemmtilega leikir. Við erum búin að vera með ykkur hérna í kvöld og heitum Bjartur Hafþórsson eða Sakila og með mér hefur verið Sævar Snorrason eða Asetia. Og við þökkum bara kærlega fyrir samfylgdina í kvöld og já, vonum að eigi gott kvöld áfram og hafi notið þess að vera með okkur hérna að horfa á þennan frábæra leik. Bara takk fyrir okkur.